Já, komið þið sæl og verið velkomin hérna í Gallerí Dverg þar sem að Contemporary.is stendur fyrir smáspjalli og við ætlum að byrja á því að tala sýningarrými á höfuðborgarsvæðinu í dag og svona í sögulegu sjónarhorni og hjá mér sitja Birta sem sýningarstjóri og stofnandi Gallerí Dvergs, Áslaug sem kvikmyndagerðarmaður, Hulda Hlín sem listfræðingur og myndlistarmaður og Bergsveinn sem safnafræðingur. Og þá ætlum við að byrja á því að ég ætla að spyrja þig, Birta, upphaf Gallerís Dvergs. Já, ok. Já, það bara mjög einfalt. Ég bý hérna í húsinu, búin að búa hérna í nokkur ár. Ég í 10 ár og þegar ég flutti hingað þá bara fylgdi þessi kjallari með í leigunni og ég bara, þar sem ég gat ekki beint nota hann sem dvalarstað, þá kom fyrsta hugmyndur upp að nota hann sem sýningarrými og fyrsta sýningin sem við héldum hérna saman, ég og Huginn Þór Arason sem þá listamenn, var hérna árið 2002 og svo bara einhvern veginn hefur þetta svona bara rúllað sem sýningarrými fyrir 40 listamenn íslenska og erlenda sem bara mig hefur langað að bjóða og vinna með og bjóða að spreyta sig á því að vinna í svona sérstöku rými eins og þetta og nafnið svona vísa til bara smæðarinnar og já. Svo þetta bara verið svona gangandi svona þegar ég nunnið í, eða þannig, í 10 ár. Nú þetta svona kvennareikið sýningarrými og Áslaug, þú skrifar grein og ert búin að skoða kvennareikin rými í ákveðnu sögulegu samhengi. Ertu til að segja okkur aðeins frá því hvernig þetta virkar? Já, ég fór upphaflega að skoða kvennarými út frá uppistandi, konum í uppistandi, tengslu við mastersríkina mín í mannfræði. Og svo fór ég bara svona aðtöku hvort það væri hægt að taka þessa hugmynd svona hið örugga rými og skoða fleiri listgreinar út frá þessu konsepti. Og kannski svona helsta pælingi með öruggt rými að reyna að koma kannski auga á svona þá þætti í samfélagsgerðinni sem að hafa kannski letjandi áhrif á konur og einhvern veginn takmarka það að konur láti hæfileika sína rætast og rödd sína heyrast og hvernig við getum kannski skapað einhver svona örugg rými þar sem að konur geta í rauninni láta ljósið skína því jafn sem kalla og kannski mín svona pæling svo að það þörf á þessum rýmum af því það kynjahalli í rauninni bara öllum listgreinum og kannski sérstaklega í rauninni sláandi í myndlist þar sem að kannski 2/3 myndlistamanna myndlistakonur. En svo þegar við sjáum tölur kannski frá stóru söfnunum og skoðum svona myndlistahagkerfið að þá það bara engan veginn að endurspegla þennan veruleika. Þannig að kannski það sem ég svona að pæla í minni stúdíu sko hvað öruggt rými fyrir konur og kannski svona ef ég komst að einhverju niðurstöðu það var kannski svo að við bæði sem listamenn og konur og neytendur lista þurfum að gera það kröfu á bara öll rými sem við göngum inn í að þar ríki bara jafnréttisstefna og það kannski svona helsta sem ég búin að kritisera kannski í greininni minni þessar stóru stofnanir að þessi stefna virðist ekkert vera neitt áberandi og þá kannski getum við velt upp spurningu sem áhugaverð hvort að stóra stofnanir geti yfir höfuð tekið róttækum breytingum og eða hvort að jafnréttisbylting muni rauninni bara eiga sér stað í einhverjum svona grasróta rýmum sko. Já, einmitt. Það tengist svolítið inn á meistararitgerðina þína, Bergsveinn. Þetta hvort að stóru stofnanir geti tekið einhverjum breytingum og þú skoðar nýlistasafnið sem svona grasróta hreyfingu. Sérðu fyrir þér, geturðu aðeins sagt okkur kannski frá þessu, hvernig þessar stóru stofnanir og í rauninni valdið sem að þær hafa, hvernig það endurspeglast í þessum grasrótar hreyfingum?
Sko, já, náttúrulega með söfnum svona almennt fylgir náttúrulega heilmikið vald og ég veist svona eins og svona listamannareikir rými og svona grasróta fyrirbæri þau náttúrulega spretta fram svolítið sem einhvern mótvægi við þetta vald og er svona kannski að gera einhvern tilkall til þessa valds. Og vissulega er það þannig að þessar stóru stofnanir svona í gegnum tíðina, svona sagan segir það að þetta séu svolítið svona bregðist ekkert mjög hratt við og kannski þess vegna sem að þessi grasróta fyrirbæri spretta fram af því að stóru stofnanirnar eru í rauninni bróstórar og svona hægar. Ég var svolítið að skoða Níelsasafnið einmitt sem safn og horfði svolítið á það út frá safnafræði og það sem ég var svona spennandi einmitt var hvernig svona, þetta er svona ákveðin tilraun til þess að blanda þessu svolítið saman sko, þessu sem að virðist vera eiginlega andstæður. Þú hefur grasrótina og síðan hefur þarna helgidóminn eða hofið eitthvað sem er á toppnum. En með Níelsasafninu þá er svona einhvern veginn verið að gera einhverja tilraun 30 ára tilraun til þess að svona sætta þetta eða einhvern veginn vinna úr þessu sko. Og mér finnst mjög svona áhugaverð stúdía ekki síður fyrir þá söfn og safnafræði. Þannig oft sem að svona þegar við erum að ræða Níelsasafnið þá hefur það hafa mér gjarnan verið að tala um það sem að frekar sko listamannareikir rými sem það er náttúrulega. En ég er svona hvernig að reyna að skoða það sem bara sem safn og hvort sem fólki líka það betur eða verð. Já, ég held að sko þegar við pælum svolítið mikið í valdinu og hvar það er svona kannski erfitt að staðsetja og hérna á Íslandi er það svona kannski svolítið sérkennilegt að þú hefur einmitt svona grasróta stofnun, þú veist, sem að er samt svona stórt fyrirbæri í íslensku listinni sko. Það er einhvern veginn er bæði í senn sko, þú veist, þarna uppi og niðri sko. Það er mjög áhugaverð. Einmitt. Það var þetta skoða. Hildur, nú hefur þú verið að sýna bæði hérna á Íslandi og erlendis. Sérðu þennan sama valdastruktúr á þessa grasrótarhreyfingu og stofnunnar hér? Það sem maður getur kannski sagt stofnunnar að til dæmis Ítalía á óvenju mikinn arf í list og það eru ótrúlega mikið söfnum og það ekki heilt ára að kynna sér bara eins og kirkjur í Róm. Það eru svo margar kirkjur að það þyrftir óendanlegan tíma bara til að kynna þér listina og það eru söfna sem þú getur kannski farið inn á svona aðalsafn og fengið svona gott yfirlit kannski ítalska myndlist til dæmis. Á meðan að hér er miklu minna rými fyrir til dæmis það sem við eigum í málaralist eða list hverskyns. Þannig að það sem ég tók sérstaklega eftir var kannski að það er ekki eins mikið svona permanent collection eins og kallað. Að það hefur kannski verið takmarkað möguleiki á að sýna það sem við eigum á Íslandi. Aðgengið svo. Að það er kannski eins og til dæmis Listasafni Íslands, þá er sem sé það er bæði að nota rýmin fyrir sýningar sem að koma reglulega og svo er aftur það sem er til í hinum stóru geymslum allstaðar sem við getum ekki séð. En núna er komin viss vísir að svona permanent collection til mannis í Þjóðmenningarhúsinu. Það eru svona útibú frá Listasafni með efsta hæðin. Hægt að sjá svolítið svona dæmigerða, svona brot úr íslenskri myndlist. En þetta er kannski eitt af því sem er kannski ekki hér, sem er kannski þyrfti meira rými til að bara fyrir það sem er til. Og svo líka allt spurningum allt það sem er að gerast í dag. En þannig að þetta er eitt af því sem er ólíkt með Ítalíu eða Frakkland þar sem við höfum lúðsafn eða álíka söfn, risasöfn, að við höfum takmarkað umgjörð. En Birta, hvernig finnst þér, nú ert þú með þetta sýningarrými,
hvernig finnst þér þetta vera að tala við svona þessi grasrótar, myndið þú tala til dæmis þetta sýningarrými sem svona grasrótar sýningarrými og þessi grasrótar sýningarrými sem eru til staðar hérna á höfuðborgarsvæðinu? Hvort ég myndi telja til þeirra? Já, Já, ég meina, já. En ég sem eitthvað svona rekstraraðili af því sem að hluti af allskyns hlutum sem ég svona vafstrast í myndlistarbransanum, lífinu, að þá finnst mér alltaf vera sko, já, þetta bara svona vafstur, bara sem maður stendur í, þú veist, bara sem bara svona hluti af því að vera í einhvers konar samræði eða einhvers konar sköpun eða aktiviteti, þú veist, í myndlistinni. Þannig ég voðalega lítið sem einhver svona rekstraraðili þessa rýmis, þú veist, voðalega lítið að spá í sko, ég voðalega lítið búin að vera í þessi 10 ár, þú veist, að staðsetja eða analysera sko eitthvað mikilvægist, þú veist, eða hlutverk þess á sama tíma. Og ég held að það hefur líka hjálpað mér að sem, þú veist, kannski frá annarri hlið sem þá sýningarstjóri eða á tímabili starfsmaður formaður Nýlistasafnsins eða eitthvað slíkt, þú veist, hefur hjálpað mér að skilja eða, þú veist, geta frá annarri hlið í öðru hlutverki kannski analysera þannig starfsemi, þú veist, og sem náttúrulega bara við öll sem að listamenn sem að höfum einhverju reynslu að reka svona einhver rými, þú veist, getum þá nýtt í annarri starfsemi og ég held að, þú veist, það líka í kannski svona samfélagi, listsamfélagi eins og við erum í, þar sem svona óbúslega mikill fjöldi með við höfðutölu sem að hefur rekið eða rekur sýningarrými í styttri eða lengri tíma og í allskyns formum og allt það, að þú veist, hin hliðin þegar maður reflekterar sem kannski listfræðingur eða sýningarstjóri eða listfræðingur eða whatever á þá reynslu og nýtir hana áfram í allskyns aðra hluti, þú veist. Og það líka hluti af þessari starfsemi. Ég líti á það þannig, þú veist, miklu frekar en að vera að staðsetja hana í eitthvað svona íslenskri ímyndari línulegri listasögu eða þannig. Já. En já, ég meina þetta bara grasrótar hvað sem það svo þýðir. Ég meina það var alveg tilefni til heils þáttar en grasrótar rými. Kannski þetta alveg svona literally svona eins og bílskúrsbönd, þú veist svona. Já. Í þessu rými. Já, einmitt. En nú eru einmitt sýningarrými sem að spretta upp eins og Nýlistasafnið var á sínum tíma í einhverju andofi við. Eitthvað slíkt að sjáu þið það eitthvað vera að gerast í dag eða hefur það verið að gerast? Myndið þið segja að síðastliðin 10 ár einhverja ákveðna aðstæður, einhverja ákveðna menningapólitík kannski sem að gerast á Íslandi í dag? Sjáu þið það eitthvað í hendi ykkar svona? Já, það hafa sprottið upp alveg ótal listamannarekin rými síðastliðin 20 ár. En ekki, nú ég náttúrulega ekki myndlistamenntið eða kem ekki úr myndlistinni en bara, já, það virðist vera mjög bara gróskumikið landslag, sko. Kannski lifa rýmin ekkert rosalega lengi, heldur eru kannski bara endurspegla ákveðið moment og svona ákveðið framkvæmdar ákveðin tíma og svo breytist það í eitthvað annað. Það bara mjög cool, sko, og bara lífsnauðsynlegt, sko, fyrir flóruna. Já. Og það kannski, þessi sýningarrými það kannski frekar vettvangur til að laga þennan kvennahalla heldur en stóru söfnin, heldur þú? Já, ég held það, sko. Ég held að þau hjálpi mikið til við að auka bara almenna meðvitund sem sagt kynjaslagsíðuna og kannski, já, hjálpi til við að analysera þetta vald sem þú varst að tala og þau eru náttúrulega alltaf stöðugt hverju sem við gerum að vera meðvituð valdasamspilið og hvernig flæðið Það er bara algjörlega lífsnauðsynlegt mjög mikið staðna í einhverjum 3 stórum stofnunum þar sem allt annað verður bara út undan, sko.
Og já, kannski svona mín svona feministísku hugsun kannski svo að stofnanir sem ekki meðvituð þetta vald eða vinna ekki í díalóg við það verði bara gerð kannski svona svolítið óþörf. Við kannski bara svolítið snúðum baki við þeim stofnunum og fókusurum okkar kröftum, okkar áhuga á stofnanir eða grasrótarstofnanir sem sagt að starfa með sömu gildi og við viljum hafa sem manneskjur sko. Og ég ekki að segja að stóru stofnunina séu með einhver hræðileg gildi sko, alls ekki, en bara eins og að segja það leðu eitthvað stofnunarbundi þá hægist allt, það verður meira kerfislægt, það verður til einhver eitt narratív sem að verður svona skilgreinandi narratív, bara eins og nýja listasagan sem var að koma út, veit ég. Já. En ekki samt þá þú veist, samt svona sem samfélagsstæð og skattborgari í þessu menningarsamfélagi. Ég meina, þá ekki samt þú veist, þá ekki eðlilegt að setja samt meiri kröfu á, þú veist, opinberar stofnanir, frekar en grasrótarrými sem eru rekin á annan veg. Setja meiri kröfu á þau til að sinna og vera meðvituð og algjörlega, bara við alltaf að vera að pressa sko, leið við sjáum að það hefur ekki verið gefin út, þú veist, bók kvenkins listamann á stóru stofnunarum í, þú veist, einhver ára eða eitthvað, ég veit ekki. Auðvitað bara láta reikna það yfir stofnunarinnar, þú veist, kvörtunum eða þið veitir, bara láta sér heyra, skiljiði, bara þið ekki að þjónusta mig á þann hátt sem ég vil og þið ekki endurspegla það samfélag sem ég vil búa í, skiljiði, auðvitað. Bara og bara bí. Og bí, nákvæmlega. Bara auðvitað pressa á alla stofnunum, sko. En líka að búa til okkar eigin rými, sko. Þetta ekki bara spurningum að bíða eftir það sem gert, sko. Þannig að rými náttúrulega svolítið svona tegnilegt hugtak, eða ekki? Það getur verið, þarf ekki að vera bundið við einhverja stofnun sem er opinn frá 9-5 alla daga eins og þú ert með óreglulega opnum tíma hér til að mynda. Og ég til dæmis hélt nýlega var með sýningu hjá, það var ítölsk hjón sem við dreymdum að koma til Íslands og vildu prófa að opna hér gallerí, sem bæði svona í listgeiranum. Og ég ákvað til dæmis í samvinnu við þau að við kannski komið til að fáir á sýninguna og fáir vissum rýmið og annað. Að þá ákvað að taka rýmið út fyrir og búa til svona gjörning að við fara bara með málverkasýninguna út. Og ganga með verkin bara við Reykjavíkur. Sem alltaf svona sem ég anda til dæmis landart til dæmis, eða finna sögulegtengingu eða eitthvað. Fara með út þannig að fólki þurfi ekki að koma til því. Það er svona, eða eins internetið, þetta er allt svona nýjir opnir aðrir veruleikar sem rýmið þarf ekki lengur að koma stofnunum frá 9-5. En þetta er gott þegar stofnanirnar síðan eru aftur á móti að það sé einhver svona heild og sé eitthvað flæði á milli allra þessar hópa. Ég held með svona rými, svo segir að þau svona sýningarrými eða hverslags rými, þau geta verið mjög svona ólík og alls konar. En svona fyrir mér þá finnst mér rýmin vera svolítið bara pólitísk í eðli sínu því þau hvort sem það er meðvitað eða ómeitað að þá fela svolítið í sér kannski einhver svona samræði strúktúr eða svona vald og ýmislegt að þau eru alveg bráð nauðsynleg sem þá kannski einhvern aðhald og til þess að halda þessari samræði gangandi það sé þessi díalógur í rauninni bara valda strúktúrin í listheiminum eða svona menningarlandlæginu þannig að og einmitt bara nauðsynlegt fyrir þessar stóru stofnanir líka einhvern veginn að læra þessu og svona reyna einhvern veginn að svona tileinka sér einhver svona vinnubrögð eða þess og auðvitað er það í sjálfu sér þeirra skylda fyrir listasöfn fyrir Listasafn Íslands að það er bara lögum samkvæmt skal það í rauninni einhvern veginn að reyna að endurspegla listina eða myndlistina á Íslandi þannig að sjálfu sér mætti alveg færa rök fyrir því að
slíkt hlutverk eigi ekki bara að snúast að safna myndlistinni, þetta líka einhvern veginn að ná að miðla. Já, taka þátt í þessum dialóg og mennta og upplýsa. Nákvæmlega, og vera einhvern veginn hluti að þessu, ekki vera eins og maður svona kannski gjarnt að hugsa svona stofnanir sem einhver svona óháður aðili sem að stendur bara fyrir utan og pikkar út svona eitthvað sem að skiptir máli, sko. Þú veist, eins og með listasögun, eins og hún bara verði til að sjálf sig, sko. Hún skrifuð af einhverjum og hún búin til og fyrir mitt leyti þá finnst mér stofnanir eins og Listafélag Íslands og Listafélag Reykjavíkur líka vera stór partur í þessu að búa til þessa listasögu, sko. Þannig að það þarf að þessi umræðu til dæmis hlutverk safnana, þeirra stóru stofnana í listasögunni, það líka svolítið að koma fram. Það er svolítið að svona eitthvað rýna í hvernig þetta verður til, ekki bara nóg að segja bara, já, hérna er listasamning. Ekki nóg að sýna bara afurðina, ekki nóg að sýna bara niðurstöðuna. Já, nákvæmlega. Það er svona að gera grein fyrir ferlinu, eða svona hvernig það sér stað. Hvað er grassrútalist? Ég meina, er Santiago Sierra ekki grassrútalist? Fyrir mér, þú veist, jú, alveg eins sem er maður sem að sýnir eingöngu í risastórum opinberum söfnum, þar meðal í listasafni Reykjavíkur. Þannig ég veit ekki, ég kannski skil ekki spurninguna því ég skil ekki, er ekki alveg vissum að við séum að tala það sama þegar þú segir grassrútar, eitthvað, rými eða list, þú veist. Já. Við getum kannski velt fyrir okkur svona takmörkunum á við bæði rýmin, þú veist, við hugsum bara, þú veist, hagkerfið eða, þú veist, kapitalísku hliðina þess að við ætlum að búa með kapitalísku samfélagi, þú veist, hvers konar takmarkanir settar á listamenn sem ganga í stóra stofnanir og svo aftur á móti líka skortur á fjármagni í grassrútarinn, þú veist, hinpóllinn, sko. Og bara öll þessi mismunandi öll sem að gera mismunandi kröfur á listamannin eftir í hvað samhengi hann sýnir listina sína í, sko. Og ég held að segja endilega að það verði til einhver frjálsari list í einhverjum grassrútarýmum, sko. Þegar ég held að það fari bara algjörlega eftir, þú veist, í hvað aðstöðu listamaðurinn er í þegar hann skapar listina sína, sko. En það eru svona, þú veist, þessi kapitalísku þættir sem að auðvitað hafa áhrif að ganga með stóra stofnun, þú veist, það er gegn krafum að þú kannski, þú veist, seljir meira eða þú fari ekki að fara inn fyrir búin að selja eitthvað ákveðið eða búin að byggja upp eitthvað kapital í formi, þú veist, peninga eða orðstíls eða eitthvað, skilur. Þannig að þetta er svona mismunandi flæði, kannski. Já, þetta er kannski á við eins og í okkar samfélagi sem betur fyrir hingað til, þó það séu náttúrulega ýmsar hömlur og hindranir og á marga vegu að þá samt sem áður hafa söfnin treyst sér eða bara samfélagi allt til að fjalla svona sæmilega opinskátt flesta hluti sem við bara erum að upplifa. Ég meina það er ekkert sérlega mörg tabú eftir í opinberum listastofnunum á Íslandi, leikhúsi eða myndlistastofnunum, en við varum kannski frekar að tala þá svona skýrari, skýrari mörk á milli grassrútar einhvers og einhvers annars í samfélögum þar sem að bara eru miklu fleiri tabú og miklu stærri gjá á milli en já, ég held að auðvitað er það samt áhugavert og það er hluti af þessu aðhaldi að vera stöðugt að spyrja held ég samt þessari spurningar hvar liggja tabúin, hvað má ekki gera og ég nefndi Santiago Sierra ekki af tilviljun, þannig að hann er líka náttúrulega, hann hefur verið einn af þessum skriljónreyndar listamannum alþjóðlega sem hefur verið svona kannski líka frábær listamaður en líka kannski dálítið svona instrumentaliseraður af listastofnunum sem vilja gefa þau skilaboð að þau séu on top, séu korrekt, séu grassrútar, séu meðanótunum, séu edgy, þú veist þetta. Þannig að þá hefur þetta svona snúist mjög mikið við. En leið eru þau bara að spila eftir einhverjum kapitalískum leikreglum líka og eru með, þú veist, safnabóðuna sína. Edgy selur og ég meina. Já, nákvæmlega. Ætli grassrút snúist ekki bara svolítið að
reyna að vera meðvituð sem listakona sko allt vald, hafna, kapítalísku valdi, hafna kynjuðu valdi. Eða leika sér með það. Einmitt. Vera að deila á þetta, og ef þú ert ekki að deila á þetta, þá ertu eiginlega ekki kannski alveg með í umræðinu, þá ertu bara svolítið annað, þá ertu ekki alltaf í tíma, sko. Þessi spurning með, ég veist alltaf svona, þegar maður hugsaður sko sérstöðu íslenskra menningar og eitthvað svona sko, að fyrir mér svona, þetta kannski að stíga svolítið varlega í það, og eins og við erum að tala sko sýningarrými eða svona listamannarreikarrými, og að þegar maður fer bara kannski að kafa onni í hlutina, þá held ég að sko sérstaðan liggi að hvert einasta rými hafi einhverja sérstöðu, sko, sama hvað það í rauninni í bara heiminum, sko. Þannig að sko, þetta við erum að tala eins og með bara myndlistina, hvort sem við erum að tala Ísland eða alþjóðlegt samhengi, þetta læðir svolítið á myndli, sko, og þarna aftur kemur samræðan, sko, hún þarna en þessi kannski hugmynd þetta þjóðlega kannski einhver tilraun til þess að svona að ná utanum þetta vald eða skilgreina þetta svæði eða takmarka það eða eitthvað slíkt, sko. Líka í að því við vorum að tala nýlistasafnið og listamannarreikin rými og allt þetta, auðvitað er það, já, í þessu svona verkefni sem við rættið með að kortleggja sem sagt sögu listamannarreikinna rýma hér á landi. Já, ég meina, það er mín tilfinning að maður sé og frábært náttúrulega hafi sé komið svona önnur dimensjón eða svona annars konar miðlunar færi kannski á því verkefni í Listasafni Íslands núna á vegum listahátíðar í Reykjavík, að þó það sé við séum að komin langt með að svona kortleggja sem sagt í merkinguna að bara vita hvað hefur gerst og að gerast og svona, að þá erum við bara rétt að byrja náttúrulega að lesa eitthvað út úr henni. Ég sko ekki komin það langt í því og náttúrulega frábært að byrja á einmitt kvennareknu rýmunum, af því þau líka svona kannski marka svona 70s ákveðna byrjun á einhverju sem mætti alveg kalla bylgju, bara að maður lesi svona alveg fyrstu tölfræðina bara. Að veist það svona talandi bara svona sér íslenskt umhverfi eða eitthvað þannig, þar held ég að ræða dálítið svona sér íslenskt fyrirbæri sem sagt bara fjölda miðað við árafjölda, höfðatölu og bara allsins heimsmeti höfðatölu svoleiðis, já, Guinness og já, sem rosa, ég mjög spennt yfir því bara að þeir bara hvaðan sem þeir koma listamenn, fræðimenn, allskyns og sem að byrja að stúdera það, að skoða það og analysera og finna út hvaða merkingu það hefur. Mjög spennt yfir því, sko. Því það held ég að verði mjög upplýsandi fyrir allt fagið og jafnvel bara, bara íslenska menningar sögu í heild. Já. Það eru spennandi tímar. Já, spennandi tímar. Ég held að það sé bara góð lokar. Já, það var myndandi þannig. Já. Heiður, bara takk kærlega fyrir spjallið. Sömuleiðis. Já, takk fyrir Gaman að það. Já. Það er ekki svona í